The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square present Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square kynna tónlist og tala orð. Conducting today's program is Mac Wilberg. Stjórnandi þáttarins í dag Mac Wilberg, orgelleikari Brian Mathias og tala orð umsjá Derek Porter.
by any other name would smell as sweet. This famous line from Shakespeare's Romeo and Juliet is intriguing and Júlía spurði hvað felst í nafni. Þótt við nefndum Rós einhverju öðru nafni, myndi hún jafn ilma jafnvel. Þessi fræðisækning úr Rómeó og Júlíu eftir Shakespeare hrífandi rétt. Rós ilmar eins og rós, hvaða nafni sem við nefndum hana. Hvað var það frelsar okkar Jesú Krist? Það var kraft að finna í nafni hans. Fyrir nokkrum árum naut ég þeirra forréttinda að heimsækja nokkuð sem ég dái innilega. Sá maður hafði varið miklum tíma við að þekkja frelsar sinn með sanni. Spurði hann því hvað hann hafði gert fyrir hann að læra Jesú Krist. Eftir þögn ígrundunar svaraði hann tilfinningaþrunginni röddu: Hann hefur snúið örvæntingunum mína í von. Örvæntingu í von, fegurð í stað ösku, þetta og svo margt annað gert mögulegt vegna Jesú Krists. Þegar við biðjum til föðurins af öllum mætti til að læra meira Jesú Krist, bjóðum við óviðjafnanlegum krafti Krists í lífi okkar. Gegnum persónulega samskipti okkar við Guð uppgötvum við að það kraftur, jafnvel í hinni helgu og auðmjúku tjáningu á nafninu Jesús Kristur. Þegar við leitumst við að gera hluti í nafni hans, þá styrkist vitnisburður okkar nafn hans. Þess vegna komum við saman og biðjumst fyrir og syngjum, iðrumst og treystum, allt í hans nafni. Jesús Kristur ber ekki eitt nafn eða titil, heldur tugir annara. Þessi nafn og titlar sýna hvað virkandi kraftur hans getur gert fyrir hvert okkar. Hann til að mynda málsvari okkar hjá föðurnum, ráðgjafi hjá okkar á tímum neyðar, friðahöfðingin á tímum ótta, hinn stöðugi höfundur og fullkomnari trúar okkar, hirðir og biskup sálna okkar, ljós heimsins. Svo, hvað felst þá í nafni? Hvað varði nafn Jesú Krists? Allt. Titlar hans og nöfn minna okkur á guðlegt hlutverk hans í lífi okkar, veit okkur von, lækningu, umbreytingu og sálihjálp. Hann frelsari okkar. Hann lausnari okkar. Hann Kristur.
Please join us next time for music and the spoken Verið með word. okkur í næsta þætti tónlistar og hins talaða orðs. Megi friður vera með ykkur í dag og ævinlega. Uns við hittumst aftur heil. Dumelang, hello. I am Sister Fiebe from Botswana, and I welcome you to General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If this is your first time tuning in, here's what you can expect. General Conference is a global gathering for followers of Jesus Christ. Everyone is invited to tune in and hear messages of inspiration, peace, and hope from leaders of our church. There's also some beautiful music. In every 2-hour session, you can look forward to an opening and closing prayer, 3 or 4 hymns, and several brief talks from speakers who come from all over the world. We all love reading the words of Jesus and the scriptures, and General Conference is a special opportunity to hear more of his teachings from living representatives of Jesus Christ. In this session, you'll hear from men and women teaching about the joy that comes from living the Savior's gospel. With millions of people watching worldwide, it's like attending church but with a global family. General Conference is also a great opportunity to find direction from God. As you watch or listen to the speakers, you may receive feelings or insights unique to you and your personal circumstances. You may consider praying to God with a specific question in mind and taking notes on what you hear during conference. And if you don't catch something while you're watching, don't worry, the session is available online so you can revisit anything you missed the first time around. Now we're just about to get started. If you have any questions throughout this session, missionaries like me are here to help. You can contact us at churchofjesuschrist.org. Having said all that, thanks for watching. We're glad you're joining us for this session of General Conference. From the conference center Á ráðstefnuhöllinni í Salt Lake City, Utah. Þetta morgun hluti 195. fyrri aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krists innan síðari daga heilugum. Ræðumenn eru valdir úr hópi leiðtoga kirkjunar. Tónlist þessa hlutar flytur Tabernacle Choir at Temple Square. Útsendingu þessa annast Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Hana má nota til einkanota og ekki í hagnaðarskyni á heimilum í fjölskyldu eða kirkju. Henry B. Eyring, forseti, annar ráðgjafi í æðsta forsætisráðinu, stjórnar þessum ráðstefnuhluta. Bræður og systur, verið velkomin á morgun hluta sunnudags 195. fyrri aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilugu. Russell M. Nelson forseti, sem horfir á ráðstefnuna á heimili sínu, hefur beðið mig að stjórna þessum hluta. Við sendum öllum kærleikskveðjur sem eru með okkur hér í ráðstefnuhöllinni og allan heim. Tónlist þessa hluta í höndum The Tabernacle Choir at Temple Square undir stjórn Max Wilberg við orgelleik Brian Mathias og Andrews Unsworth. Orgelinu. Við heilsum með þakklæti meðlimum utan Bandaríkjanna sem hafa gengið til liðs við kórinn á ráðstefnunni.
Þau koma til okkar frá Argentínu, Brasilíu, Síle, Malasíu, Nýja Sjálandi, Filippseyjum, Suður Afríku, Svíþjóð og Taívan. Kórinn hóf samkomin á því að syngja Leið oss mikli himins Herra og mun nú syngja Praise to the Lord Almighty. Inngangsbæn flytur síðan öldungur Rafael E. Pino af hinum 70. Okkar kæri og elskandi himneski faðir, við þakkum þér fyrir möguleikann að vera saman komin hér þennan morgun þegar við fögnum upprísu sonarins Jesú Krist. Við erum þakklátir fyrir þetta boð að koma til hans. Við þakkum þér fyrir hið endurreista fagnaðarerindi og fyrir lifandi spámann. Við biðjum þig að blessa spámann okkar Russell Nelson. Faðir, við biðjum þig leiðsögn anda þíns á þessum fundi. Við biðjum að öll þau sem taka þátt í þessari ráðstefnu munu finna fyrir þína elsku og þínum anda. Við segjum þessa hluti í hinu helga nafni sonar þíns, Jesú Krists. Amen. Öldungur David A. Bednar í 12 postulasveitinni mun nú tala til okkar.
Að ræðu hans lokinni hlýðum við á öldung Stephen D. Shumway af hinum 70. Kórinn mun síðan syngja Welcome Home. Þar á eftir munum við hlýða á systur Tamara Ruina sem þjónar sem fyrsti ráðgjafi í aðal forsætisráði stúlknafélagsins. Að henni lokinni munum við hlýða á Gerald Cosset biskup sem þjónar sem yfirbiskup kirkjunnar. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints was Kirkja Jesú Krists hinna síðurdaga heilögu var stofnuð fyrir 195 árum síðan í dag þann 7. apríl 1830. Fámennur söfnuður trúaðra og vina var samankomin af þessu mikilvæga og gleðilega tilefni. Mikil úthelling andans blessaði alla viðstadda helgi athöfn sakramentisins var þjónustu. Gjöf heilags anda var veitt, prestdæmis vígslur framkvæmdar og sannleikur fagnaðarerindis Jesú Krists predikaður. Hann endurreisti kirkju sína útnefndi drottinn með opinberun hinn 24 ára Joseph Smith sem jarðneskan leiðtoga hennar. Sjáanda, þýðanda, spámann, postula Jesú Krists og öldung kirkjunar fyrir vilja Guðs föðurins og náð drottins okkar Jesú Krists. Ég bið einlaglega liðsinni heilaga sanda við íhugum mikilvæg og viðvarandi áhrif þessa einstaka atburðar í sögu heimsins. Formleg stofnun kirkju Jesú Krists hinna síðurdaga heilögu var hápunktur atburðarásar undursamlegra upplifana. Sá fyrsti þessara viðburða átti sér stað 10 árum áður í uppsveitum New York ríkis. Árið 1820 fór ungur drengur að nafni Joseph Smith út í skóg nærri heimili sínu til að biðjast fyrir. Hann var með spurningar varðandi hjálpræði sálar sinna og hann þráði að vita hver allra kirknanna hefði rétt fyrir sér svo að hann vissi í hverja hann ætti að ganga. Jósef treysti því að Guð myndi svara bæði sinni og leiðbeina sér. Gæti að því að Jósef baðst ekki einungis fyrir til að vita hvað væri rétt. Hann baðst fremur til að vita hvað væri rétt svo hann geti gert það sem rétt var. Jósef spurði trú og var staðráðinn í að breyta í samræmi við svörin sem hann hlyti. Sem svar við bæn Joseph Smith birtust Guð, Faðirinn og sonur hans, Jesús Kristur, honum og innleiddu endurreisn allra hluta eins og sagt fyrir í Biblíunni. Í þessari sýn komst hann að því að kirkja Krists í Nýja testamentinu hefði glatast á jörðu eftir dauða hinna upprunalegu postala. Joseph Smith yrði verkfæri í að endurreisa aftur kenninguna, valdið og sáttmálana og helgi athafnir hinnar fornu kirkju frelsarans. Jósef staðfesti: Ég sá tvær verur, svo bjartar og dýrlegar að ekki verður með orðum lýst og stóðu þær fyrir ofan mig í loftinu. Önnur þeirra ávarpaði mig, nefndi mig með nafni og sagði leið og hún benti á hina: Þetta minn elskaði sonur, hlýð þú á hann. Gegnum þessa sýn og guðlega reynslu sem fylgdi í kjölfarið fór Joseph Smith að skilja að Guð og Jesús Kristur þekktu hann sem einstakling, létu sér annt eilífa sáluhjálp hans og voru með ætlunarverk fyrir hann að framkvæma. Hann lærði líka mikilvæga lexíu eiginleika, persónugerð og fullkomnun guðdómsins og að Faðirinn og sonurinn eru aðskildir og aðgreindar verur. Jesús Kristur í raun sonur Guðs í andanum og holdinu. Joseph Smith lýsti því yfir að himneskur Faðir og Jesús Kristur væru efnislegar verur. Hann sagði: Faðirinn hefur líkama af holdi og beinum, jafn áþreifanlegan og mannslíkaminn Sonurinn einnig,
En heilagur andi hefur ekki líkama af holdi og beinum, heldur hann andavera. Ég ber vitni að vitjun föðurins og sonarins til Joseph Smith var upphafs atburðurinn í hinni miklu endurreisn allra hluta sem talað hefur verið fyrir munn allra hinna heilugu spámanna frá upphafi veraldar. Annað í röð undursamlegra upplifana sem leiddu til formlegrar stofnunar hinnar endurreistu kirkju frelsarans var þýðing og tilkoma Mormonsbókar. Joseph Smith fékk gjöf og kraft Guðs til að þýða forna heimild, Mormonsbók. Annað vitni Jesú Krist. Í þessu helga riti frásögn persónlega þjónustu Jesú Krists meðal fólks á vesturhveli jarðar fljótlega eftir upprissu hans. Mormonsbók kennir tilgang lífsins og útskýrir kenningar Krist, sem kjarni þessa tilgangs. Sem ritningarfélagi Biblíunnar vitnar Mormonsbók að allar menneskjur séu synir og dætur kærleiksins föður á himnum. Að hann hafi guðlega áætlun fyrir lífs okkar og að sonur hans Jesú Kristu talar á okkar tíma sem til forna. Sem meðlimir endurreistrar kirkju frelsarans trúum við að Biblían sé orð Guðs, að svo miklu leyti sem hún rétt þýdd. Við trúum einnig að Mormonsbók sé orð Guðs. Mormonsbók annað vitni Jesú Krist, staðfestir sannleiksgildi Biblíunnar og endurreisir skýran og dýrmætan sannleika sem hafði glatast úr Biblíunni. Kirkja Jesú Krist sína síðardaga heilugu kennir að hinn upprunalega kirkja sem frelsarinn stofnaði með sínu guðlega valdi, kenningum, sáttmálum og helgiathöfnum hafi glatast á jörðu. Sem hluti af spádómi endurreisn allra hluta á síðari dögum veittu fornir spámenn og postular Joseph Smith prestæmisvaldið persónulega og veittu honum prestæmislykla. Þetta var hið þriðja í röð undursamlegra upplifana sem leiddu til formlegrar stofnunar hinnar endurreistu kirkju frelsarans. Prestæmisvald gerir þjónum Guðs kleift að koma fram fyrir hönd hans og starfa í hans nafni. Prestæmislyklar valdsumboðið til að stjórna notkun prestæmisins í þágu barna Guðs. Hinn uppreisni Jóhannes skýrari endurreisti valdið árið 1829 undir leiðsögn föðurins og sonarins til að skýra niðurdýfingarskyld til fyrirgefningar synda árið 1829. Sama ár endurreistu þrír hinna upprunalegu 12 postula, Pétur, Jakob og Jóhannes postuladömin og viðbótarvald og lyklaprestæmisins. 6 árum eftir formlega stofnun kirkjunnar veittu Móse, Elías og Jósef viðbótarvald í Görtland-musterinu sem nauðsynlegt var til að framkvæma verk Guðs á síðari dögum. Móse veitti lyklana að samansöfnun Ísraels. Elías innleiddi ráðstöfu fagnaðarerindis Abrahams þar á meðal endurreist sáttmála Abrahams. Elía afhenti lykla innsiglunar valdsins sem veitti vald sem gerir mögulegt að helgiathafnir sem framkvæmdar á jörðu verða bindandi í eilíðinni, svo sem að sameina fjölskyldur í eilífssambönd sem ná út fyrir dauða. Þegar Joseph Smith þýddi Mormonsbók fékk hann opinberarinn sem gáfu til kynna að kirkja Jesú Krist við endurreist. Drottinn sagði Joseph hins vegar að skipuleggja ekki kirkjuna þegar í stað. Öllu heldur opinberaði drottinn Joseph með anda spádóms og opinberana nákvæmlega þann dag sem hann skyldi stofna kirkju hans aftur hér á jörðu. Kirkjan var skipulögð í réttri röð en einungis eftir endurreist prestæmisins og útgáfu Mormonsbókar.
Fyrstu eintök Mormónsbókar urðu fáanleg 27. mars 1830 og kirkjan var formlega stofnuð 7. apríl. Kirkja Jesú Krists hinna síðardaga heilögu hin endurreista kirkja Krists í Nýja testamentinu. Kirkja þessi grundvölluð á hinu fullkomna lífi aðalhyrningarsteins hennar, Jesú Krists, og altakri friðþægingu hans og bókstaflegri uppreisn. Jesús Kristur hefur enn að nýju kallað postula og veitt þeim prestamisvald. Hann býður okkur öllum að koma til sín og kirkju sinnar að taka á móti heilögum anda, helgi athöfnu sálihjálpar og hljóta varanlega gleði. Birting föðurins og sonarins fram fyrir Joseph Smith, þýðing og tilkoma Mormónsbókar og endurreisn valdsins og lykla prestamisins voru nauðsynlegar forsendur fyrir stofnun hinnar endurreistu kirkju drottins fyrir 195 árum í dag. Í Gamla testamentinu túlkaði spámaðurinn Daniel draum stein sem losnaði úr fjallinu án þess að mannshönd kæmi þar nærri og fyllti alla jörðina. 1 ári eftir stofnun kirkjunnar sagði drottinn Joseph Smith að lyklar ríkis Guðs hefðu enn á ný verið afhentir manni á jörðu og að fagnaðurinn Jesú Krists myndi breiðast út til endimarka jarðar, líkt og steinninn sem losaður úr fjallinu án þess að hendur komi nærri. Drottinn stendur við loforð sitt. Verið að setja endurreista kirkju frelsarans á stofnum allan heim og hún það verkværi sem Guð notar til að safna öllu sem til á heimni og jörðu undir eitt höfuð í Kristi. Síðari daga verk drottins hefur fólk Guðs á öllum öldum haft áhuga á að byggja upp. Á þeim málstað hafa spámenn, prestar og konungar haft sérstakt áliti. Þeir hafa hort fram til okkar tíma með tillökkun og í fögnuði himins hafa þeir sungið, ritað og spáð okkar tíma. Á þessari stórkostlegustu og síðustu ráðstöfun fagnaðarerindisins mun heil og algjör og fullkomin eining og samanhlekkjun ráðstafana, lykla valds og dýrðar eiga sér stað og verður opinberuð frá dögum Adams allt til þessa tíma. Og ekki aðeins það, heldur mun það sem aldrei hefur verið opinberað frá grundvöllum veraldar verða opinberað í þessum ráðstöfunum í fyllingu tímana. Spámaðurinn Joseph Smith útskýrði ennfremur allar helgiathafnir og skyldur sem hefur nokkru sinni verið krafist af prestdæminu undir leiðsögn og samkvæmt boðorðum almættisins á einhverjum ráðstöfunartímum munu allar hlotnast í síðustu ráðstöfuninni og gera endurreisnina að veruleika sem talað af munni allra hinna heilögu spámanna. Ég hef reynt að draga saman grunnþætti mikilvægustu og dýrlegustu gleðitíðindana sem nokkur manneskja, hvað sem í heiminum, getur nokkru sinni meðtekið. Boðskapinn að drottinn Jesús Kristur hafi endurreist fagnaðarerindi sitt og kirkju á síðari dögum. Ég býð öllum að læra og sannreyna þennan boðskap. Ég lofa að einstaklingar sem af kostgæfni ígrunda boðskap endurreisnarinnar og ganga fram í trú munu blessaðir með krafti heilags anda til að hljóta eigin vitnisburð guðleika hennar og tilgang til að búa heiminn undir síðari komu drottins okkar Jesú Krists. Þegar þið biðjið í einlægni í þeirri von að
von að hljóta svar frá Guði og bregðast við því eins og hinn ungi Joseph Smith gerði, mun geta ykkar til að þekkja og bregðast við þessum guðlega vitnisburði aukast. Ég vitna að Guð hinn eilífi faðir er faðir okkar. Ég veri vitni og vitna að Jesús Kristur er ástkær sonur föðurins og hans eingetna í holdinu. Hann er frelsar okkar og lausnari. Ég vitna gleði að faðirinn og sonurinn birtust drengnum Joseph Smith og innleiddu þannig endurreist fagnaðarerindis Jesú Krists á síðari tímum. Mormons bók er annað vitni Jesú Krist og inniheldur orð Guðs. Prestamisvald sem starfar fyrir hönd frelsarans og í hans nafni er aftur að finna á jörðinu. Og kirkja Jesú Krist sinna síðari daga heilögu er hinn endurreista kirkja Krists í Nýja testamentinu. Ég gef mitt örugga vitni að allt þetta er sannleikur í hinu helga nafni drottins Jesú Krists. Amen. Fyrir nokkrum mánuðum stóð ég í sal þegar öldungur Neil L. Anderson gekk fram hjá. Ég hafði nýlega eða stutt áður verið kallaður sem aðalvaldhafi. Sennilega hefur hann skynjað hvað ég var ófullnægjandi og hann brosti og sagði, jæja, þarna virðist vera maður sem hefur ekki hugmynd hvað hann er að gera. Og ég hugsaði, já, til sannur spámaður sjáandi. Öldungur Anderson hvíslaði svo, hafði engar áhyggjur öldungur svona vei, það verður betra eftir svona 5 eða 6 ár. Hafið þið hugleitt hvers vegna við erum beðin að gera hluti í ríki Guðs sem okkur finnst vera handan okkar seilingar? Með lífsins margvíslegu kröfum hafið þið spurt hvers vegna við þurfum yfir höfuð kallanir í kirkjunni. Ég hef gert það. Og ég fekk svar á síðustu aðalráðstefnu þegar Russell M. Nelson forseti sagði, nú er tíminn fyrir ykkur og fyrir mig að búa ykkur undir skíðari komu drottins okkar og frelsara Jesú Krists. Þegar hann sagði þetta kenndi andinn mér að þegar við tökum þátt í verki Guðs erum við að búa okkur undir endurkomu Krists. Lofar drottins eru sannfærandi að kallanir þjónusta, musteris þjónusta og að fylgja leiðsögn andans og aðra leiðir sem við göngum í þjónustu Guðs eru sannar og búa okkur undir á einstakann hátt að hitta frelsarann. Í mikilfengleika þessara stunda þegar ríki Guðs er að vaksa og musteri eru dreifð jörðina, þá er vaxandi þörf fyrir vilju og sálir til að taka þátt í verki Guðs. En þjónusta er sjaldnast hentug. Ég elska og dá ykkur merkilegu sáttmálshaldandi lærismenn sem setji þrárykkar og áskonur til hliðar til að þjóna Guði með óeigingjörnum hætti með því að þjóna börnum hans. Guð hefur unun af að heyra þá sem þjóna honum í réttláti. Hann gefur fyrirheit, mikil verða launiðar og eilíð verður dýrð ykkar. Þegar við segjum já við þjónustu, erum við að segja já við Jesú Krist. Og þegar við segjum já við Krist, þá erum við að segja já við gnægðarfyllsta lífi sem mögulegt er. Þetta lærði ég þegar ég var að vinna og að læra efnaverkfræði í háskóla. Ég var kallaður sem viðburðarstjóri í deild fyrir einhleypa. Þessi köllun var mín martröð. En ég samþykkti og í fyrstu var þetta erfitt. En síðan á einum viðburðinum var falleg stúlka hrifin af því hvernig ég bar fram ís. Hún kom aftur 3 sinnum í þeirri von að ná athygli minni. Við urðum ástfangin og hún bað mín 2 vikum síðar. Kannski gerist það ekki svo hratt. Og það var ég sem bað hennar. En sannleikurinn sá að mér hryllir við tilhugsuninni að hafa misst af því að kynnast Heiði. Að Hæti. Hefði ég sagt nei við þessari köllun. Við tökum þátt í verki drottins ekki vegna þess að Guð þarfnist okkar heldur þurfum við á Guði og blessunum hans að halda. Hann lofar því að sjá, ég mun blessa alla þá sem erfiða í vingarði mínum máttugri blessun. Leyfið mér að deila 3 grundvallaratriðum sem kenna hvernig þáttaka
okkar blessar og hjálpar okkar að undirbúa okkur til þess að hitta frelsarann. Fyrsta lagi, þegar við tökum þátt í verki Guðs, tökum við smám saman framförum og við fyllum mæli sköpunar okkar. Við lærum þetta minnstur í sköpunarsögunni. Eftir hvern vinnudag viðurkenndi Guð framfærir með því að segja það var gott. Hann sagði ekki að verkinu væri lokið eða það væri fullkomnar, en á hverjum degi var framför og í augum Guðs var það gott. Kallanir ákvarða ekki eða staðfesta virði eða óvirðuleika manneskju. Frekar að þegar við vinnum með Guði af þrautsegi og stöðuleika fyllum við mæli sköpunar okkar. Guð gleðst yfir framförum okkar og það ættum við einnig að gera. Jafnvel þegar við höfum enn verk að vinna. Á stundum gæti okkur skortstyrk eða getu til að þjóna í köllun. Samt getum við verndað vitnisburð okkar með því að taka þátt í verkinu með hlutum sem skipta máli eins og bænum og ritninganámi. Okkar himneski faðir fordæmir okkur ekki þegar við erum viljug en ekki færum að þjóna. Í öðru lagi, lyftir þjónusta heimilum okkar og kirkjum til heilara staða þar sem við getum æft að lifa í sáttmála. Til dæmis, þegar sáttmáli okkar að muna alltaf eftir Kristi gerður einstaklingsbundið, en við lifum eftir þessum sáttmála í samskiptum okkar við aðra og svo kallanir veita okkur fjöldamörg tækifæri til að bera hvers annars byrði og uppfylla þannig lögmál Krists. Þegar við þjónum vegna þess að við elskum Guð og viljum lifa eftir sáttmálum okkar verður þjónusta sem eitt sem var þreytandi skylda að umbreytandi gleðigjafa. Helgiathafnir hjálpræðis og upphafningar bjarga okkur ekki vegna þess að það er uppfyllað himneskan gátlista. Þegar við lifum eftir sáttmálum sem tengjast þessum helgiathöfnum verðum við öllu heldur þess háttar manneskja sem vil vera í návist Guðs. Þessi skilningur yfirtekur allt hik við að þjóna eða óskir að þjóna ekki. Undirbúningur okkar til að hitta Krist gerist hraðar þegar við hættum að spyrja Guð eða spyrja hvað Guð leyfir og byrjum að spyrja hvað Guð kýs fremur. Í þriðja lagi, það hjálpar okkur að hljóta náðargjöf Guðs að taka þátt í starfi hans. Við fáum ekki fjárhagslega umbun fyrir þjónustu. Þess í stað kenna ritningarnar að við skulum þiggja náð Drottins að launum fyrir erfið okkar til að við megum eflast í andanum og þekkja Guð og kenna með krafti og valdi Guðs. Þetta eru mjög góð skipti. Vegna náðar Guðs eru hæfileikar okkar eða vanhæfni ekki grundvöllurinn fyrir því að bjóða eða þiggja köllun. Guð býst ekki við fullkominni framistöðu eða einstakra hæfileika til að taka þátt í verki hans. Ef svo væri hefði Ester drottning ekki bjargað þjóð sínu. Pétur hefði ekki leitt frumkirkjuna og Jósef Smith væri ekki spámaður endurreisnarinnar. Þegar við framkvæmum í trú til að gera eitthvað sem handan okkar hæfileika eru veikleikar okkar opinberaðir. Þetta er aldrei þægilegt, það er nauðsynlegt til að við megum vita að það er fyrir náð Guðs að við höfum kraft til að gera slíkt. Við munum margoft falla við tökum þátt í verki Guðs, en við leitum okkar grípur Jesú Kristur okkur og lyftur okkur smám saman upp til að upplifa hjálpræði frá mistökum okkar og ótta og frá þeirri tilfinningu að við verðum aldrei nóg. Þegar við helgum okkar fátæklu en bestu viðleitni, magnar Guð hana upp. Þegar við færum fórni fyrir Krist, helgar hann okkur. Þetta er hinn umbærandi kraftur náðar Guðs. Þegar við þjónum, vöxum við í náð Guðs, þar til við erum tilbúin að vera lyft upp af föðurnum til að standa frammi fyrir Jesú Kristi. Ég veit ekki allt það sem frelstarinn mun spyrja mig að þegar ég stand frammi fyrir honum, en ef þú vill verður ein spurning, hvern tókst þú að þér kallanir eru helgar gjafir frá ástríkum himneskum föður til að hjálpa okkur, til að taka aðra með okkur til Krist. Ég býð hverju okkar að leita ásetningi á þeim sem eru án kallana, bjóði þeim og hjálpi þeim að taka þátt í verki Guðs. John var ekki virkur í kirkjunni þegar biskup hans heimsótti hann og sagði honum að drottin hefði verk fyrir hann að vinna. Hann bauði John að hætta að reykja. Þó að John hefði margoft reynt að hætta fann hann í þetta skiptið ósíðan kraft hjálpa sér. Styggur forsetinn heimsótti John svo aðeins 3 vikum síðar. Hann kallaði hann til að þjóna í biskupsráði.
John var lost í slegin. Hann sagði stýkuforsetanum að hann væri nýhættur að reykja. Ef þetta þýddi að hann þyrfti að hætta þeirri hefð að fara á fótboltaleiki í atvinnudeild á sunnudögum, þá væri of mikils ætlast. Innblásið svar stýkuforsetans var einfalt: John, ég ekki að biðja þig, Drottinn að gera það. Sem John svaraði: ef það raunin, þá mun ég þjóna. John sagði mér að þessar fórnir til að þjóna hefðu verið stundir andlegs viðsnúnings fyrir hann og fjölskylduna hans. Ég velti fyrir mig hvort við séum með blindan blett og bjóðum ekki fram kallanir til þeirra einstaklingar sem samkvæmt okkar stundlega mælikvarða virðast ólíklegir eða óverðugir, eða við gætum haft meira áhyggjur af frammistöðu menningu en kenningunni framfarir og vanrækjum að sjá hvernig frelsarinn eigur getu í hinu ólíklega og ósannaða með því að gefa þeim tækifæri til að þjóna. Öldungur David A. Bednar kennir mikilvægi þess að láta hver karl og konu læra skyldu sína á starf. Gerum við það? Þegar leiðtogar og foreldrar leyfa öðrum að læra að starfa sjálf, þá blómstrar þau og dafna. Þó auðveldari leiðin sé að veita trúföstum meðlumum aðra köllum, þá betri leiðin að því bjóða hinum ólíklega þjóna og láta þá læra og vaxa. Ef Kristur væri hér líkamlega myndi hann heimsækja stjúka, kenna, sunnudagaskóla, sitja hjá stúlkunni í hjartasorg og blessa börnin. Hann getur leyst sitt verk af hendi. En hann lifir samkvæmt þeirri meginreglu að leyfa okkur að læra, því sendir hann okkur í sinn stað. Með þátttöku í verki Guðs fylgir réttur, forréttindi og ábyrgð þess að vera fulltrúi Drottins. Þegar við þjónum til að vexa með Krist en ekki okkur sjálf, verður þjónusta okkar gleðirík. Þegar aðrir yfirgefa bekkinn okkar fundir í þjónustu heimsókn eða athöfn og minnast Krist meira en þeirra muna eftir okkur, starfið orkugefandi. Með því að leitast við að vera fulltrúar frelsarans af einurð í öllu sem við gerum og segjum verðum við líkari honum. Það besti undirbúningurinn fyrir þá helgu stund þegar hvert okkar menn krjúpa á kné og játa að Jesús Kristur, sem ég ber vitni að hann og að Rossalan sem forseti rödd til endimarka jarðar til að hjálpa okkur að búa okkur undir það sem koma skal. Í nafni Jesú Krist. Amen.
Fyrir nokkrum árum á ferðum til Flórida sat ég út og las í bók. Titillinn gaf til kynna að við gætum enn komist til himna þó við værum ekki fullkomin núna. Kona sem gekk framhjá spurði, heldur þú að það sé mögulegt? Ég leiði upp ringluð og áttaði mig á að hún var að tala bókina sem ég var að lesa. Ég sagði eitthvað fáránlegt eins og ég ekki komið svo langt en ég læti vita hvernig hún endar. Ó, hvað ég vildi geta ferðast aftur í tíman. Ég segði við hana, já það er mögulegt. Vegna þess að heiminin ekki fyrir fólk sem hefur verið fullkomið, hann fyrir fólk sem hefur verið fyrirgefið, sem vilja Krist aftur og aftur. Í dag langar mig að tala til þeirra ykkar sem að finnst stundum iðrun og fyrirgefning verðast virka fyrir alla nema mig. Þau sem velta fyrir sér, það sem ég geri alltaf sömu mistökin, ég kannski bara svona. Þau eins og ég sem eiga þannig í daga, þegar sáttmálsvegurinn verið svo brattur að hann verður næstum sáttmálsklifur. Dásamlegu trúboð í Ástralíu, öldungur Kwakwa frá Fiji-eyjum, deildi álíka tilfinningum í vitnisburði sínum og leið heim frá trúboði. Ég veit að Guð elskar mig, en stundu velti ég fyrir mér veit að Guð að ég elska hann, vegna þess að ég ekki fullkomin og ég gera enn mistök. Í þessari ljúfa og áleitni spurningu dró öldungur Kwakwa saman nákvæmlega sem ég oft haft áhyggjur af. Kannski eru þið líka að hugsa það. Ég að reyna svo mikið, en ég veit Guð virkilega að ég að reyna. Þegar mér mistekst stöðugt að veit hann að ég elska hann samt. Það hryggir mig að viðurkenna að ég var vön að meta samband mitt við frelsarann út frá því hversu fullkomnu lífi ég lifði. Ég hélt að lífi í hliðinni merkti að ég þyrfti aldrei að iðrast. Þegar ég gerði mistök sem að var hvern einasta dag fjarlæðist ég Guð og hugsaði, hann hlýtur að vera svo vonsvikinn með mig. Það er hreinlega ekki satt. Ég hefur lært að ef við býðum það til við erum nægilega hrein eða nægilega fullkomin til að fara til frelsarans, þá missum maður aðalatriðinu. Hvað ef við hugsaðum boðorð og hlýðinu á annan hátt? Ég ber vitni að þótt Guð láti sig skipta mistök okkar, þá lætur hann sig meira varða það sem gerist eftir við gerum mistökin. Ætlum við að leita til hans aftur og aftur? Ætlum við að vera áfram í þessu sáttmálssambandi? Ef þið vill heyri þið orð Drottins, ef þið elskið mig munið þið halda boðorð mín og finnið þið vera niðurdregin vegna að þið hafið ekki haldið boðorðin. Leyfið mér að minna ykkur á að það er líka boðorð að iðrast. Reyndar geti að vera boðorð sem oftast endurtekið í ritningunum. Í eintali Alma sagðan, ég væri engill og svo ósk hjarta míns mætti uppfyllast og vekti menn til iðrunar. Var hann ekki að reyna að skamma okkur með því að benda okkur á mistök okkar? Hann vildi kalla til iðrunar svo þið og ég getur forðast tjáningar í heiminum. Ein ástæða þess að Alma hataði synd var svo að hún veldi okkur sársauka. Stundu ég að muna eins og með glósumið á enninu að boðorðin eru leið í burtu frá sársauka, iðrun það líka. Spámaður okkar sagði, frelsarinn elskar okkur alltaf, en engum þegar við iðrumst. Svo þegar Drottinn segir, iðrist. Hvað ef þið myndið þá bara ímynd ykkur hann segja, ég elska ykkur. Sjáuð hann fyrir ykkur, biðjandi ykkur að láta af þeirri hegðun sem veldur ykkur sársauka, bjóðandi ykkur að stíga út úr myrkrunu og snúa ykkur að ljósi hans. Í deild Karlíða dóttur minnar kraup nýr prestur til að blessa sakrament og í stað þess að segja að þau gjöri það til minningar blóðssonar þíns, sagði hann óvart að þau gjöri það til minningar elskussonar þíns. Tár fylltu augu Karlíð þegar sannleikur þessara orða sökk inn. Frelsar okkar var fús til að þola sársauka friðþægingar sinnar því hann elskar ykkur. Þið eruð í raun sú gleði sem beið hans hann þjáðist. Boðið að iðrast tjáning og kærleika Guðs. Að segja já við þessu boði tjáning frá okkur. Ímyndið ykkur eftirlætismynd ykkar af Kristi. Ímyndið ykkur nú að hann brosi bjart af gleði hversinn sem þið noti gjöf hans, því að hann hið fullkomna vona ljós. Já, iðrun ykkar íþyngir ekki Jesú Kristi, hún vekur honum bjarta gleði. Við skulum kenna það, því iðrun okkar bestu tíðindi. Við höldum ekki á sáttmálsveginu með því að gera mistök, við höldum á okkur á veginu með því að iðrast hver dag. Þegar við iðrumst, þá fyrirgefum Guð og án þess að athyrða okkur, ber okkur saman með einhvern annan eða ávita okkur fyrir það. Þetta það sama og iðrumst fyrir í síðustu viku. Hann hrífst í hver sinn hann sér okkur á hnjánum. Hann hefur unun af því að fyrirgefa okkur vegna þess að við erum dásamlega í augum hans. Finnst ykkur það ekki vera satt? Af hverju eigum við þá svona erfitt með að trúa?
Satan, hinn mikli ákærandi og blekkjari, notar smán til að halda okkur frá Guði. Smán svo mikið íþykjandi myrkur að ef þið tækjuð hana út úr líkam ykkar fyndist ykkur eins og hún hefði raunverulega þyngsl eða þyngsli. Smán röddin sem lemur ykkur og segir, hvað varst að hugsa? Getur aldrei gert neitt rétt. Smán segir ekki að við höfum gert mistök. Hún segir okkur að við sjálf séum mistökin. Þið kunnið jafnvel að heyra orðin feldu þig. Andstæðingurinn gerir allt sem í hans valdi stendur til að halda þingstunum í hið innra og segir okkur að kostnaðurinn sé of mikill að auðveldra sig að geyma þetta í myrkrinu og útilegar þannig alla von. Satan vonar þjófur. Og þið þurfið að heyra þetta svo ég segi þessu orð upphátt. Þið eruð ekki röddin í höfði ykkar eða mistökin sem þið hefði gert. Þið gætu líka þurft að segja þetta upphátt. Segið við Satan, ekki í dag. Segið skilið við hann. Finnið aðdráttaraflið, þið guðlegu sorg sem snýr ykkur að frelsar ykkar og skinni náð hans koma inn í líf ykkar og þeirra sem þið elskið. Ég lofa því að leið og við færum honum sundukram í hjarta af hugrekki mun hann samstundis koma þangað. Ef þið sæið einhver drukkna, mynduð þið þá ekki rétta fram hönd ykkur til bjargar, getið þið ímyndað ykkur frelsar ykkar hafna útréttri hendi ykkar. Ég sé hann fyrir mér, kafa ofan í vatnið, stíga niður fyrir allt til að lyfta okkur upp svo við fáum dregið andana nýju. Enginn getur sokkið dýpra en ljós Krist nær að skína. Frelsarinn ætíð bjartar en myrkur smánarinnar. Hann myndi aldrei ráðast á virði ykkar, svo fylgist vel með. Ímyndað ykkur að þessi hönd tákni virðið. Þessi hönd táknaði hlýðni. Eftir við vöknuðu því morgun fluttuð innihaldsríka bæn og kannuðu ritningarna til að heyra rödd Guðs. Þið hefði tekið góðar ákvarðanir og komið kristilega fram við fólkið umhverfis. Þið eru að hlusta á aðal ráðstefnir. Hlýðningar hér. Eða kannski hafa hlutirnir ekki gengið svona vel. Þið hefði átt erfitt undanfæri með að gera þessa litlu einfaldu hluti til að tengjast himninum. Þið hafið tekið ákvarðanir sem þið eru ekki stolt af. Hvert virði ykkar? Hefur þessi hönd nokkuð hreyfst? Virði ykkar ekki bundið hlýðni, virði ykkar stöðugt, það breytist aldrei. Það var gefið ykkur að Guði og það ekkert sem þið eða nokkur annar getur gert til að breyta því. Hlýðni færir blessanir, það satt, en virði ykkar ekki ein þeirra. Virði ykkar alltaf mikið Guðs hver sem ákvarðanir ykkar hafa leitt ykkur. Þó ég geri mistök þá vil ég vera í sáttmálssambandi við Krist og ég skal segja ykkur hvers vegna. Á uppeldis árum mínum lærði ég dýfingar og stökkbreyti og komst að því að þegar dómararnir meta dýfu horfa þeir á framkvæmdina. Var aðkoman fullkomlega lóðrétt, voru tærnar beint upp, voru skvettur litlar. Þeir gera síðan nokkuð einstakt. Þeir meta erfiðleikastigið. Allir dýfa sér með eigin erfiðleikastigið. Frelsari ykkar svo eini sem sannarlega veit hvert erfiðleikastigið sem þið dýfið ykkur með. Ég vil eiga samband við þann eina sem skilur mig, sem þekkir hjarta mitt og hversu mikið ég reyni. Hann veit að niðdima þokan að koma yfir okkur ferðalangana, að ferð okkar liggur fram hjá henni sauriga fljóti, jafnvel þegar við höldum í járstöngina, þá skvettist á okkur. Þegar við komum til Krist það að segja, viltu hjálpa mér, með von og veitri fullvissu að armur hans ávallt ykkur útréttur. Ég trúi að þessi nýja sýn á iðrun þýði að jafnvel þótt hlýðni okkar sé ekki fullkomin núna þá reynum við að sýna ástúðlega hlýðni og velja að dvelja áfram aftur og aftur vegna þess að við elskum hann. Munið eftir fólki Benjamíns konungs sem neyðist ekki lengur til lítra verka heldur stöðu til góðra verka. Haldið þið að þau hefði pakkað saman tjöldum sínum, farið heim og aldrei fram að gert mistök? Auðvitað ekki. Munurinn sá að það vildi ekki lengur syndga. Það sýndi ástúðlega hlýðni. Hjörtu þeirra snerust og samstilltust Guði meðan þau háðu baráttuna. Eitt sinn á ströndinni sá ég fugl fljúga upp í vindinn, blaktandi vængjunum, svo áreilstu mikið næstum ofsalega en hann stóð í stað. Þá tók ég eftir öðrum fugli, hærra uppi. Hann hafði náð uppstreymi og flaug auðveldlega, áhyggjulaust í vindinum. Þetta munurinn á því að reyna á eigin ramleik og að snúa sér til frelsarans, leyfa honum að lyfta okkur með lækningu í vængjum sínum. Í síðustu heimsókn okkar til hvers trúboða ræddu við sem trúboðsleiðtogar í Ástralíu 3. Nefi 17 þar sem fólki var svo næri frelsaranum að það gat heyrt hann biðja fyrir því. Við spurðum, hvað haldið þið að frelsarinn myndi segja ef þið getur heyrt hann biðja fyrir ykkur? Að hlýða á svör þeirra var ein andlegasta upplifun lífs míns. Allir þessi trúboðar stöldruðu við og tár fylltu augu þeirra við myndum þá á.
Frelsari ykkar veit hversu mikla erfiðleika þið eruð að takast á við. Hann hefur upplifað þá. Þetta það sem þessi trúboðar hljóðlega og blíðlega miðluðu. Ein systir myndi segja, Jesús myndi segja við föðurinn, hún að gera sitt besta. Ég veit hvað hún leggur sér mikið fram. Annar sagði, með allt sem hefur gerst í lífi hans ég svo stoltur á honum. Látum reyna á þetta í kvöld, áður en að þið biðjist fyrir. Ímyndið ykkur þá að Jesú Kristus nærri. Hann málsvari ykkar hjá föðurnum. Spyrjið hann sjálf. Hvað myndi frelsarinn segja við föðurinn mig? Og verið síðan hljóð. Hlustið eftir þeirri rödd sem segir eitthvað gott ykkur. Rödd frelsarans, besta vinar ykkar og föður ykkar á himnum sem raunverulega til staðar. Munið að elska þeirra og virði ykkar alltaf mikið, sama hvað. Ég stend hér og vitna að Jesú Kristur gefur þeim ljós sem í myrkri sitja. Á þeim dögum sem ykkur finnst röddin segja ykkur að fela ykkur, að þið ættu að fela ykkur ein í myrku herbyggi, þá býð ég ykkur að vera hugrökk og trúa Kristi. Gangið yfir og kveiki ljósið, okkar fullkomna vona ljós. Böðu ljósi hans munið til sjá fólk hvarvetna umhverfi sem hefur líka upplifað sitt eitt, en núna þegar ljósið logar munið þið og þau furða ykkur á. Hvers vegna voru við svona hrædd í myrkrinu og hvers megi Drottinn ljósana umvefi ykkur örmum sínum og hugga og elska ykkur stöðugt. Megum við elska hann stöðugt og velja hann aftur og aftur í nafni Jesú Krist. Amen. Serving in the presiding bishopric, I've had the privilege of Þjónustu mín í yfirbiskupsráðinu hefur ég notið þeirra forrétt að hitta síðari daga heila víða heim á ýmsum stöðum og í menningarhermum. Ég hef stöðugt verið innblásin á stöður í trú og hollust ykkar til Drottins Jesú Krists. Ég hef þó einnig verið hræðrur við þeim fjölmörgu og oft erfiðu aðstæðum sem mörg ykkar takast á við. Áskoranir líkt og veikindi, fötlun, takmörk úrræði, færri tækifæri til hjónabands eða menntunar. Misnotkun annarra og aðra takmarkanir eða hamlanir. Stundum getur slíkar raunir virst hindra framþróun ykkar og reyna á einlaga viðleitni ykkar til að lifa fyllilega eftir fagnaðarerindum. Gera ykkur erfiðara fyrir við að hjóna, tilbiðja og uppfylla helgarskyldur. Kæru vinir, ef ykkur hefur einhvern tíma fundist í takmörku eða illa stödd vegna ykkar aðstæðna í lífinu, þá vil ég að þið viti þetta. Drottinn elskar ykkur persónulega. Hann þekkir aðstæður ykkar og dyrnar af blessunum hans eru ykkur galopnar. Sama hvaða áskorunum þið standi frammi fyrir. Ég hef lært þennan sannleika gegn persónulega reynslu sem þrátt fyrir að virðast lítilfjörleik hafði varanleg áhrif á mig. Þegar ég var 22 ára og þjónaði í franska flughernum í París, var ég spenntur yfir því að frétta öldungur Neil Maxwell, postuli Drottins, myndi tala á ráðstefnu Champs-Élysées. Rétt fyrir viðburðinn fékk ég hins vegar fyrirmæli að aka háttsettum embættismanni út á flugvöll, nákvæmlega á þeim tíma sem ráðstefnan átti að fara fram. Staðráðin í að mæta skutlaði ég embættismanninum og flýtti mér á ráðstefnuna. Eftir að hafa fundið bílastæði tók ég sprett niður á Champs-Élysées að samkomustaðnum, kom þangað móður og másandi þegar aðeins 5 mínútur voru eftir af fundinum. Í þann mund sem ég kom inn, heyrði ég Öldung Maxwell segja, ég mun nú veita ykkur postulega blessun. Á þeirri stundu hlaut ég fallega, ógleymanlega andlega reynslu. Andinn hvolfdist yfir mig og orð blessunarinnar vildu smjúga inn í hvern minn sálarkima, eins og þau varu aðeins ætlu mér. Það sem ég upplifði þennan dag var lítil en áhrifamikil birting á hughressandi þætti í áætlun Guðs fyrir börn hans. Þegar aðstæður sem við fáum ekki stjórnað koma í veg fyrir að við upplifum réttláta þrár hjartna okkar, mun Drottinn endurgjalda okkur á þann hátt sem gerir okkur mögulegt að hljóta fyrir blessanir hans. Þessi hughressandi sannleikur tengist 3 lykilreglum sem finna má í hinu endurreista fagnaðarerindi Jesú Krists.
Fyrsta, Guð elskar hvert okkar fullkomlega. Hann býður okkur öllum sem einum að koma til sín og verða gæsku sinnar aðnjótandi. Endurlausnar áætlun hans tryggir að öllum án undantekninga verði veitt sanngjarnt tækifæri til að hljóta einhvern daginn blessanir, sáluhjálpar og upphafningar. Annað, vegna þess að Guð er réttlátur og miskunnsamur og áætlun hans er fullkomin, mun hann ekki gera okkur ábyrg fyrir því sem við fáum ekki stjórnað. Öldungur Neil A. Maxwell útskýrði: Guð tilreiknar náðasamlega, ekki aðeins þrár okkar á frammistöðu, heldur líka erfiðleikastigið sem hinar ýmsu aðstæður leggja á okkur. Þriðja, í gegnum Jesú Krist og friðþægingu hans getum við fundið styrk til að standast og að lokum sigrast á öllum áskorunum lífsins. Eins og Alma kenndi, þá tók frelsarinn ekki aðeins á sig syndir hins iðrunafulla, heldur líka sársauka og sjúkdóma fólksins og vanmátt þess. Þar á leiðandi, umfram það að endurlausa okkur frá mistökum okkar, styðja miskunn og ná Drottins okkur gegnum það óréttlæti, annmarka og takmarkanir sem jarnesk reynsla leggur á okkur. Að hljóta þessar eldurgornu blessanir er háð ákveðnum skilyrðum. Drottinn býður okkur að gera allt sem við getum og leggja fram sálir okkar óskiptar sem fórn til hans. Það krefst djúprar þrár, einlægs og trúfasts hjarta og fyllstu kjóskefni við að halda boðorð hans og samstilla vilja okkar hans. Þegar einlæg viðleitni okkar uppfyllir ekki vonir okkar, vegna aðstæðna sem við fáum ekki stjórnað, gæti Drottinn þrátt fyrir það tekið þrá hjartna okkar sem verðu að fórn. Dallin H. Oaks forseti kendi: Við verðum blessuð fyrir réttláta þrá hjartna okkar, jafnvel þótt ytri aðstæður hafi gert okkur ómögulegt að framfylgja þessum þrám. Þegar spámaðurinn Joseph Smith hafði áhyggjur af Alvin bróður sínum, sem hafði dáið án þess að hafa hlotið nauðsynlegar helgiathafnir fagnaðarerindisins, hlaut hann þessa hughreystuðu opinberun. Allir þeir sem deyja héðan í frá, án þekkingar á fagnaðarerindinu, en hefðu meðtekið það af öllu hjarta, verða erfingjar hins himneska ríkis Guðs. Drottinn bætti sig við: Því að ég, Drottinn, mun dæma alla menn samkvæmt verkum þeirra, samkvæmt því sem hjörtu þeirra þrá. Það sem skiptir Drottinn máli er ekki einungis hvort við séum fær, heldur hvort við séum hús til að gera allt sem við getum til að fylgja honum sem frelsar okkar. Vinur huggaði eitt sinn ungan trúboða sem var hryggur yfir snembúinni aflautsinni vegna heilsufarsástæðna. Þrátt fyrir einlæga bæni sínar og einlæga þrá til að þjóna. Hann miðlaði ritningaversi þar sem Drottinn lýsti yfir að þeirra börn hans ganga að því á öllum mætti sínum og láta ekki af kostgæfni sinni við að uppfylla boðorð hans og óvinni þeirra sem kunna í fela í sér óhagstæðar aðstæður í lífi okkar, hindra þau í að vinna þetta verk. Sjá, þá þóknast mér að krefjast ekki lengur þessa verks af þessu fólki, heldur þiggja fórnir þeirra. Vinur minn bar unga minn vitni það að Guð vissi hann hafi gert sitt allra besta til að svara kallinu að þjóna. Hann fullvissaði hann að Drottinn hefði meðtekið fórn hans og að blessunum sem lofaði að vera öllum trúföstum trúboðum yrði ekki haldið frá honum. Endurgoldnar blessanir Drottins hljótast oft fyrir góðvild og þjónustu annarra. Þeir hjálpa okkur að áorka því sem við getum ekki gert sjálf. Ég minnist tímabils þegar við bjuggum fjarri einni af dætrum okkar í Frakklandi og okkur fannst við vera hjálpavana við aðstoða hana eftir erfiða fæðingu. Í sömu viku leitaði deildin okkar í Júta aðstoða fyrir móður svo nýbúin að fæða tvíbura. Eiginkona mín Valerie bauðst til að koma með máltíð fyrir hana. Með bæn í hjarta fyrir bæði þessari nýju móður og bástættu dóttur okkar
Skömmu sé að komast að því að systurnar í þessari nýju deildóttorukar í Frakklandi höfðu skipulagt sér fjölskyldu hennar fyrir máltíðum. Fyrir okkur hafði Guð svarað bænum okkar, sent engla sína til að hugga þegar við gátum það ekki. Þegar við tökumst á við takmarkanir og áskoranir, megum við þá þekkja okkar eigin blessanir, gjafir okkar, úrræði og tíma og nota þær til að þjóna hinum nauðstöddu. Með því að gera það, munum við ekki aðeins blessa aðra, heldur bjóða lækningu og endurgjaldi í líf okkar. Ein áhrifaríkasta leiðin sem við getum farið til að hljóta eldurgotna blessanir Guðs með staðgengingsverkinu sem við vinnum fyrir áhuga okkar í húsi Drottins. Þegar við framkvæmum helgirathafnir fyrir þeirra hönd, tökum við virka þátt í hinu mikla sáluhjálparverki Drottins og notum gjafir okkar og hæfileika til að veita þeim blessanir sem ekki fengur tækifæri til að meðtaka þær í jarðlífinu. Hinn kærleiksríka þjónusta sem við innum á hendi í musterum minnur okkur á að náð frelsarans nær út fyrir þetta líf. Í komandi lífi fáum við kannski ný tækifæri til að gera það sem okkur tókst ekki að gera í þessu jarðneska lífi. Þegar Lorenzo Snow talaði til systra sem enn höfðu ekki fundið eilífan lífsförunaut, sagði hann ástúðlega: Eftir að hafa lifað trúföstu lífi mun engum síðari daga heilugum tapast nokkuð við dauða sinn vegna þess að honum eða henni mistókst að framkvæma tiltekna hluti þegar tækifærin buðust þeim ekki. Þau mun öðlast alla blessanir, uppdælingu og dýrð sem þeim, körlum og konum eru gefin sem bauðst tækifærið. Þessi boðskapur vonar og huggunar fyrir okkur öll, börn Guðs. Ekkert okkar fær umflúið áskoranir og takmarkanir jarðlífsins. Við fæðumst þrátt fyrir allt með eðlislega vanhæfni til að frelsa okkur sjálf. Við höfum þó kærleiksríka frelsara og við vitum að við frelsumst fyrir náð hans að afloknu öllu sem við getum gjört. Ég vitna að þrátt fyrir að við fáum ekki stjórnað ýmsum aðstæðum lífsins ekkert okkar utan seilingar óendanlegra blessana Drottins. Með friðþægingarfórn sinni mun frelsarinn bæta upp sérhverja vanhæfni og óréttlæti ef við leggjum fram fyrir hans sál okkar óskipta í nafni Jesú Krists. Amen. Við merki frá bróður Murphy bjóðum ykkur að taka undir með kornum í söngnum Ylkjum liði. Við hlýðum síðan á öldung Gerrit 2x2 gong í 12 postulasveitinni. Að honum loknum hlýðum við á öldung John A. McCune af hinum 70. Þetta útsetting frá morgunhluta sunnudags 195. fyrri aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilugu.
Years ago, Fyrir mörgum árum lærðum við ritningarvers í trúarbekknum snemma morguns. Eðlilega heillaðist ég af stuttum versum. Þar á meðal var Jóhannes 11:35, stysta vers ritninganna, aðeins 2 orð. Jesús grét. Þegar Jesús grætur í hryggð og gleði, vitnar það fyrir mig hinn undursamlega raunveruleika að hinn guðlegi sonur Guðs kom inn í líkamlega, dauðlega tilveru og lærði samkvæmt holdinu hvernig alltaf á að vera með okkur og blessa okkur. Þegar við hrópum á sorg eða gleði, þá skilur Jesús Kristur fullkomlega. Hann getur verið til staðar á þeim tímum þegar við þörfnumst mest gjafa eilífðarinnar, friðþægingar Jesú Krists, upprissu endurreisnar. María og Marta gráta bróður sinn Lasarus sem hafði dáið. Jesús grætur af samúð. Hann reisir Lasarus til lífs. Jesús lítur yfir Jerúsalem kvöldið fyrir páskahátíðina. Hann grætur, fær ekki safnað fólki sínu saman eins og hæna safnar ungum sínum. Í dag veitir friðþæging hans okkur von þegar við syrgjum það sem hefði geta orðið. Herra vingarsins grætur hann spyr þjóna sína sem gæti áttið okkur sem þjónandi bræður og systur. Hvað hefði ég meira geta gjört fyrir vingar minn? María stendur óhuggandi við gröfuna. Jesús spyr blíðlega, hví grætur þú? Hann veit að kveldið gistir og gráturinn gleði söngur á morgni, upprissan leiðir til dagrenningar fyrir alla. Þegar hinn trúfastir hópur rís til hans í löndum Mormónsbókar gleði Jesú algjör, hann grætur. Hann tók þau hvert af öðru og blessaði þau og bað til föðurins fyrir þeim. Og eftir hafa gjört það, grét hann á ný. Þetta eru páskar í Jesú Kristi. Hann svarar frá hjarta okkar og spurningum sála okkar. Hann þerrar tár okkar nema gleðitárin. Þegar tár okkar streyma, biðjumst við stundum skömmustulega afsökunar. Að vita að Jesús Kristur skilur sársauka og gleði lífsins getur samt veitt okkur styrk umfram okkar eigin við siglum hið bitra og ljúfa. Í Suður-Ameríku grætur faðir. Neisti í lífi hans, ung dóttir hans látin. Ég gæfi hvað sem til að sjá hana aftur, hrópar hann í örmum mínum. Ég græt líka. Við vígslu Puebla músterisins í Mexíkó runnu gleðitá niður andlit kerrasystur. Andlit hennar geislar af trú og fórn. Hún segir, Todos míos, mis hijos están aquí en el templi hoy. Öll börnin mín eru hér í musturinn í dag. Kynslóðir samankomnar í húsi drottins færa tár gleði og þakklætis. Í grimmilegri borgarastyrjöld gerðu fjölskyldur og nágrannar óhugsandi hluti við hvert annað. Beiskjutár eru smán saman að víkja fyrir von. Kona í litlu þorpi segir skjálfandi rödd, nágranni áður en ég fer í gröfina, vilja þú vitir hvar finna má týndu ættmenni þín. Geislandi brúður og myndarlegu brúðgömmi innsiglið í húsi drottins. Hún 70 ára gömul og hann einnig. Falleg brúður hefur verðurleika beðið þessa dags. Feimnislega sveiflar hún brúðarkjól sínum í þessa átt og svo hina. Við grátum tárum gleðinnar. Loforð Guðs uppfyllt. Sáttmálar hans færa blessanir. Þegar ungur Boyd K. Packer var heimiliskennari systur sem var að ekkja, lærði hann ljúfa leksíu. Eftir ósætt við eiginmann sinn hafði systirinn hrópað meiðandi sársaukafull síðustu orð. Óvænt slys varð eiginmanni hennar að bana þennan dag. Í 50 ár grét ekkjan, hef ég lifað í helvíti vitandi að síðustu orðin sem hann heyrði af vörum mínum var þessi nístandi og illgjarna athugasemd.
páskar í Jesú Kristi hjálpa okkur að græða sár, sættast og laga sambönd okkar, beggja vegna hulunar. Jesús getur læknað sorg. Hann getur gert fyrirgefningu mögulega. Hann getur frelsað okkur og aðra frá því sem við eða þeir hafa sagt eða gert sem annars fjötra okkur. Páskar í Jesú Kristi ger okkur kleift að finna velþóknun Guðs. Heimurinn segir okkar að við séum of hávaxin, of lágvaxin og breið og grönn, ekki nógu gáfuð, falleg eða andleg. Fyrir andlega umbreytingu í Jesú Kristi getur við flúið lamandi fullkomnunar áráttu. Að páskagleði syngjum við. Kristur dauðans valdið vann, veröld leyst úr fjötrum hann. Upprisa Krists frelsar okkur frá dauða, frá briskleika tímans og líkamlegum ófullkomleika. Friðþæging Jesú Krists endurreisir okkur líka andlega. Blóð draup úr hverri svita holu, segja mætti að hann hafi grátið blóði til að veita okkur frelsi frá synd og aðskilnaði. Hann sameinar okkur heil og heilög hvert öðru og Guði. Jesús Kristur endurreisir alla góða hluti ríkulega. Ekki aðeins það sem var, heldur einnig það sem getur orðið. Líf og ljós Jesú bera vitni elsku Guðs til allra barna hans. Þar sem Guð, Faðir okkar, elskar öll börn sín á öllum tímum og í öllum löndum, finnum við kærleiksríkt boð hans að koma og finna frið og gleði í honum í mörgum hefðum og menningar heimum. Hvar, hvenar og hver sem við erum, deilum við guðlegu auðkenni sem börn sama skapara. Í svipuðum anda deila fylgjendur íslams, gyðingdóms og kristni trúar arfleið föður Abrahams og sáttmálstengslum í gegnum atburði í Egyptalandi til forna. Faðir Abraham kom til Egyptalands og hlaut blessun. Jósef sem seldur var í ánauðu í Egyptalandi vissi að draumur faraós þýddi 7 næktarár og síðan 7 ára hungursneyð. Jósef bjargaði fjölskyldu sinni og þjóð. Jósef grét þegar hann sá hina stærri áætlun Guðs þar sem allt samverkar þeim til góðs sem halda sáttmála sína. Móse sem ólst upp í Egyptalandi við hirð faraós tók á móti og endurreisti síðar lyklana að samansöfnun barna Guðs. Jósef, María og Kristbarnið uppfylltu spádóma og leituðu skjóls í Egyptalandi. Í Kaíró segir trúfastur einstaklingur af múslímatrú af lotningu. Kóraninn kennir að Jósef, María og Jesú barnið hafi fundið öryggi og athvarf í landi sínu. Í landi mínu át Jesús matinn okkar sem smábarn, tók sín fyrstu skref og sagði sín fyrstu orð. Hér í landi mínu trúum við að tré hafi beygt sér niður til að færa honum og fjölskyldu hans ávexti. Vera hans í landi mínu blessaði þjóð okkar og land. Áætlun Guðs siðferðilegt og jarðneskt sjálfræði gerir okkur kleift að læra af eigin reynslu. Sumar af mikilvægustu lektíum lífs okkar tengjast einhverju sem við myndum aldrei velja. Í kærleika stíg Jesús Kristur neðar og ofar öllu. Hann gleðst yfir guðlegri getu okkar til sköpunar og gleði, góðvildar, án vonar endurgjald, trú til iðrunar og fyrirgefningar. Og hann grætur á sorg yfir okkar gífurlegu mannlegu þjáningu, grimmd, ósanngirni, sem oft afleiðing mannlegs vals og himnarnir og Guð himins gráta með mönnum. Hvert páskavor vitnar að andleg atburðarás og samleitni hvort tveggja hluti af hinni guðlegu fyrirmynd friðþægingar, upprís og endurreisnar fyrir tilverknað Jesú Krist. Þessi helga og táknræna samleitni verður ekki fyrir tilýlun eða handahói. Pálmasunnudagur, dymbilvika og páskar fagna friðþægingu og upprisu Krists. Líkt og í dag minnumst við stofnunar og skipulagningar kirkju Jesú Krist sína síðardaga heilugu ávallt þann 7. apríl. Þessi endurreisn ástæða þess að við komum saman 1. sunnudag hvers apríl mánaðar á aðalráðstefnu. Endurreisnin kom líka þegar Jesús Kristur
Móse, Elías og Elía afhentu aftur lykla og vald prestdæmisins í hinu nývígða Kirtland-möstri páskasundag árið 1836. Á þeim stað, á þeim degi, barst hinni endurreistu kirkju Jesú Krists valdsumbúð og blessanir Guðs til að safna saman börnum hans, búa börn hans undir að snúa aftur til hans og sameina fjölskyldur eilíf. Endurreisnin þennan dag uppfyllir spádóma með því að koma fram á bæði páskum og páskahátíð gyðinga. Nýlega heimsótti ég bæði Kirtland-musterið og helgastaði í Ohio, þar sem spámaðurinn Jósef og aðrir sáðu í sýn Guðföður okkar og son hans Jesú Krist. Spámaðurinn Jósef sá hvernig himinin fyrir tilverknað Jesú Krists frelsar himneskur faðir öll handverk hans í dýrðaríki. Eina undantekning eru þeir sem ásettur ráði afneita sínum eftir að faðirinn hefur opinberað hann. Þegar jarðnesk þjónusta hans hófst, sagði Jesús frá ætlunarverki sínu að blessa sérhvert okkar með öllu sem við verum fús að taka á móti á hverjum tíma í hverju landi við allar aðstæður. Eftir að hafa fastað í 40 daga fór Jesús í samkomuhúsið og las: Andi Drottins yfir mér af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, lækna menn af hjartasárum, boða bandingjum laust og blindum sýn, láta þjáða lausa. Fátækir, niðurbrotnir, ánauðugir, blindir, marðir, það eru við öll. Bók Jesaja heldur áfram Messíasar fyrirheiti von, frelsun og fullvissu. Til að hugga þá sem hryggir eru og setja höfuðdjást í stað ösku á syrgjendur í Síón, fagnaðarolíu í stað sorgarklæða, skartklæði í stað hugleysis. Við hrópum því: Ég gleðst yfir Drottni, ég fagna yfir Guði mínum, því að hann bjó mig klæðum hjálpræðisins, sveipaði mig skikkju réttlætisins. Á hverjum páskum fögnum við sem táknrænni heild hátíðlegum gjöfum eilífðar með Jesú Kristi, friðþægingu hans, bókstaflegri upprisu hans og fyrirheit bókstaflega upprisu okkar, endurreisn síðari daga kirkju hans, með prestdæmislyklum og valdsumboði til blessunar öllum börnum Guðs. Við gleðjumst í klæðum hjálpræðisins og mötti réttlætisins. Við hrópum: Hósanna Guði og Lambinu. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf engason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megum við öll finna í Jesú Kristi friðþægingu, upprisu og endurreisn, frið, möguleika á að verða og tilheyra, það sem vanalega raunverulegt og gleðiríkt, hamingjuríkt og eilíft. Ég bið þess í hans heilaga nafni, Jesú Krists. Amen. One day in 2023, árið 2023 var Uyanga Altansuch með vinnu í borginni Darkhan í norðurhluta Mongóliu þegar mongólski trúboðsforsetinn kom inn á vinnustað hennar. Með hennar orðum: Ég sá hann og fannst eins og hann bæri með sér skært ljós í ásýnd sinni. Hann á góðhjarta og skemmtilega umgangast og ég fann fyrir hlýju. Áður en hann fór aftur spurði hann nokkra spurninga. Nokkrum dögum síðar kom hann aftur inn á vinnustað minn og spurði hvort ég gæti komið í kirkju hans. Ég fannst það geta verið gagnlegt. Ég hafði áhyggjur af framtíð barnanna minna, þar sem samfélagið virtist fullt af streitu og myrkri. Ég vildi að börnin mín yrði eins og þessi maður.
með ljós í ásýnd þeirra, færandi öðrum gleði í kringum sig. Dagir kenndu trúboðnir okkur 10. lögmálið. Börnin mínu sögðu spennt, við verðum að greiða 10. okkur, mamma. Ég sá trúbarnana minna á því augnabliki. Áður en ég gekk í kirkjuna, horfði ég á aðalráðstefnu og hlustaði Russell M. Nelson forseta tala. Hann tilkynnti ný mustri allan heim og sagði að nýtt mustri yrði byggt í Ulaanbaatar, Mongólíu. Ég fagnaði felldi tár, jafnvel þótt ég skildi ekki hvers vegna. Með þessari gleði fann ég að trú mín og vitnisburður voru að vaksa. Uyanga, eins og milljónir annarra, hluti af hinni miklu samansöfnun Ísraels til undirbúning fyrir síðari komu Jesú Krists. Hún hefur hafið ferð sína á sáttmálsveinum og orðin lærisveinn Krists. Og hvað merkir það að vera lærisveinn Krists? Ég kann að meta japanska orðið fyrir lærisveinn, deshi. De sem þýðir yngri bróðir og shi sem þýðir barn. Jesús Kristur sagði, í upphafi var ég hjá föðurnum og ég frumburðurinn. Vegna þess hver hann og það sem hann hefur gert, tilbiðjum við hann, vegsumum, gefum honum dýrðina og fylgjum honum. Kristur hefur endurlýst okkur og við ævarandi þakklátt fyrir óendanlega og friðþægjandi fórn hans. Við eigum himneskan föður sem elskar okkur sem börn sín. Elska hans til okkar fullkomin. Jesús Kristur og ætlunarverk hans sýna fram á elsku Guðs til okkar. Líkt og Jóhannes ritaði, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf enga son sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Í leit okkar að því að skilja það sem við ekki vitum, gætum við stundum reitt okkur á kunnuglega jarðneska reynslu okkar, eða það sem við vissulega vitum. Við getum til dæmis lært eitthvað Guð föðurinn í gegnum eigið foreldrahlutverk og jarðnesk fjölskyldutengsl. Við ættum þó að gæta þess að ganga ekki of langt í þessum samanburði í tilraun okkar til að skilja himneskan föður. Eiginleikar Guðs föðurins æðri öllum ófullkomnum eiginleikum fallins manns. Guð faðirinn hinn fullkomni faðir. Hann fullkomlega kærleiksríkur, góðviljaður, þolinmóður, skilningsríkur og fullkomlega dýrlegur. Getum treyst honum fullkomlega. Elska Krists endurspeglar elsku Guðs föðurins og birtingarmynd þeirrar elsku. Jesús Kristur bæði fordæmið og leiðin. Í Kristi getum við betur skilið fullkomna eiginleika föðurins og ávíklana hans. Fyrir Krist okkur gefinn hinn virkjandi kraftur til að sigrast á tilhneigingum náttúrulega karla og kvenna, svo við getum orðið líkari föðurnum. Alveg eins og himnesku faðir okkar, þá Jesús Kristus fullkomlega miskunnsamur og réttvís. Þessi guðlegu eiginleikar réttlætis og miskunnar standa ekki gegn hvor öðrum. Þeir mynda saman heild, bæði réttlæti og miskunn sýna fullkomna elsku Guðs og börnum sínum. Getum treyst Guði föðurnum og Jesú Kristi vegna þess að þeir réttlátir og sanngjarnir við okkur öll. Guð faðirinn og sonur hans Jesús Kristur fullkomlega samstilltir í tilgangi og elsku. Vegna þess að Guð og Jesús Kristur elska okkur okkur veitt það tækifæri og þau forréttindi sem sannir lærisveinar að gera sáttmála við þá. Með því að gera þá samband okkur við Krist víkað út. Vegna sáttmála sem þér hafið gjört skulu þér nefnast börn Krists, synir hans og dætur hans, því að sjá á þessum degi hefur hann getið yður andlega, því að þér segið að hjörtu yðar hafið breyst fyrir trú á nafn hans. Þess vegna eru þér af honum fædd og orðið synir hans og dætur hans. Þegar við sem lærisveinar gerum og höldum helga sáttmála, við blessuð með andlegum krafti. Við tengt Kristi og Guð föðurnum í sérstöku sambandi og getum upplifað elsku þeirra og gleði í þeim mæli sem geymdur þeim sem hafa gert og haldið sáttmála. Hæfni okkar til að skynja elsku Guðs að fullu eða vera stöðu í elsku hans háð réttlátum þrám okkar á gjörðum.
Í 15. kafla Jóhannes Guðspjalls versi 9 lesum við: Ég hef elskað yður eins og Faðirinn hefur elskað mig. Og síðan fáum við boðið: Verið stöðug í elsku minni. Í næsta versi okkur gefin leið til að vera stöðug í elsku hans. En því haldið boðar mín, verið þér stöðug í elsku minni, eins og ég hef haldið boðar föður míns og er stöður í elsku hans. Við sjáum síðan tilgangin með því að halda boðarinn í versi 11. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Með sannri sáttmálsgjörð lærisveinsins getum við byrjað að skilja betur eðli Guðs og gleðina sem hann vill að öll börn hans upplifi. Getum einnig byrjað að skilja nokkra reglur sem gætu verið ruglandi til að byrja með. Til dæmis, hvernig getur Guð haft fyllingu gleði þegar sum barna hans þjást svo mikið? Svarið liggur í fullkominni yfirsýn Guðs og fullkominni áætlun hans. Hann sér okkur frá upphafi til okkar dýrlega mögulega framtíðar. Hann hefur séð okkur öllum börnum hans fyrir leið fyrir milligöngu sonar síns Jesú Krists til að sigrast á sársauka, þjáningum, syndum, sekt og einmanleika jafnlýs okkar. Guð hefur séð okkur fyrir leiðinni og valkostunum. Dæmum þá sem hafa upplifað gleði í gegnum lærisveins hlutverki gætu hjálpa okkur að skilja betur þessu hugmynd. Kannski hafið þið heyrt orðtiltæki að við séum einungis jafn hamingjusöm og óhamingjusamasta barnið okkar. Ég hef komist að því að þetta þarf ekki að vera raunin. 94 ára móðir mín á meira en 200 lifandi afkomendur. Á hverjum tímapunkti að minnsta kosti einn af þessum 200 óánægður. Ef þessi fullyrðing væri sönn, þá væri móðir mín varanlega óhamingjusöm sem hún ekki. Þeir sem þekkja hana vita hve glöð hún er. Ég vil deila með ykkur annarri upplifun. Í janúar 2019 var mér og Debbie eiginkonu minni boðið inn á skrifstofu Nelsons forseta. Hann hafði komið fyrir stól nálægt okkur og við sátum nánast hné við hné. Eftir að hafa veitt okkur núverandi köllun okkar, sneri Nelson forseti sér að Debbie og einbeitti sér að henni. Hann var góðviljaður, ástríkur, blíður og full af gleði, eins og hinn fullkomni faðir eða afi. Hann hélt í hönd Debbie og klappaði henni, fullvissaði hana að allt yrði í lagi og fjölskylda okkar yrði blessuð. Á því augnabliki fannst okkur við vera mikilvægasta fólkið fyrir honum og hann hefði allan tíman í heiminum fyrir okkur. Við yfirgáfumst Kristof hans þetta fyrsta síðdegi, hugreist, elskuð og glöð. Á mánudaginn sáum við fréttirnar. Sama dag og Nelson forseti hafði verið með okkur, hafði ein dætra hans látist af völdum krabbameins. Við vorum agndofa. Hjört okkar voru hrædd við sigruðum fyrir hans hönd og fjölskyldu hans. Hjört okkar voru einnig full þakklætis fyrir kristilega umönnun hans meðan hann sigurði dóttur sína sem þjáðist. Þegar við hugleitum þessa upplifun, spurðum við okkur, hvernig gat hann verið svo góðviljaður, ástríkur og jafnvel svo glaður á svo erfiðum tíma? Svarið vegna þess að hann veit. Hann veit að Kristur sigraði. Hann veit að hann mun vera með dóttur sinni á ný og mun verja eilífðinni með henni. Gleði og eilíf yfirsýn hljótast með því að vera bundin frelsarunum, með því að gera og halda sáttmála og með kristilegum lærisveinsdómi. Nelson forseti hefur kennt. Á sama hátt og frelsarinn býður frið sem æðri öllum skilningi, þá býður hann líka svo djúpa mikla gleði að hún æðri mannlegri röksemd eða skilningi. Það virðist til að mynda ekki mögulegt að finna gleði þegar barnið manns þjást af ólæknandi sjúkdómi eða þegar við missum atvinnuna eða þegar maki okkar ótrúr. Það samt einmitt slíka gleði sem frelsarinn býður okkur. Þegar við gerum og höldum sáttmála munum við náttúrulega snúa út á við og hafa þrá til að hjálpa öðrum að finna þá gleði og elsku sem við finnum í sáttmálssamböndum okkar. Við getum verið hluti af mikilvægasta málstað á jörðinni á okkar tíma, samansöfnun Ísraels. Við getum hjálpað við að færa börn til Guðs til Krists, líkt og smámaðurinn Jakob kenndi, og blessaðir eru þið, því að vegna þess að þið hafið unnið að kostgæfni með mér í víngarði mínum og hlýtt fyrirmælum mínum og hafið fært mér aftur hinn náttúrulega ávöxt, þá skuluð þið njóta gleði með mér yfir ávöxtum víngarðs míns.
Þegar við skuldbindum okkur til að vera sáttmálslærisveinar, hvert svo sem hlutverk okkar þá samband okkar við Föðurinn og Soninn auðgað, gleði okkar eykst og eilíf yfirsýn okkar útvíkkuð. Við erum síðan gædd krafti og getum fundið gleði í þeim mæli sem geymdur hinum sönnu sáttmálslærisveinum Guðs. Í hinu helgur nafni Jesú Krists. Amen. We express gratitude. Við erum þakklátt The Tabernacle Choir at Temple Square fyrir hina dásamlegu tónlist sem hann hefur flutt. Við þökkum sömuleiðis þeim sem hafa talað til okkar fram að þessu. Kórinn mun nú syngja Alsælu fyllist öndin mín. Lokaræðumaður þessa ráðstefnuhluta Dallin H. Oaks forseti, fyrsti ráðgjafi í æðsta forsætisráðinu. Að honum loknum mun kórinn syngja It is well with my soul. Lokabæn flytur síðan bróðir Michael T. Nelson sem þjónar sem annar ráðgjafi í aðal forsætisráði piltafélagsins. Sweet
Through the prophet Joseph Smith, Drottinn opinberaði nokkra hluti fortilveru okkar fyrir tilstilli spámannsins Joseph Smith. Við lifðum þar sem andabörn Guðs, þar sem Guð þráði að hjálpa börnum sínum að þróast. Ákvað hann að skapa jörð þar sem við gætum hlotið líkama. Lært af reynslunni okkar, þroska með okkur guðlega eiginleika og verið reynd til að sjá hvort við héldum boðorð Guðs. Þeim sem væru hæf myndi bætast dýrð við dýrð og alltaf og að eilífu. Til að uppfylla skilyrði þessara guðlegu áætlunar valdi Guð sinn einkenna son til að vera frelsari okkar. Lúsífer sem lagði til annan kost sem myndi eyðileggja sjálfræði mannsins var Satan og var varpað niður. Satan var gerður útlægur á jörðu og neitað forréttindi hins jarneska lífs. Henni leyft að blekkja og blinda mennina og leiða þá ánauðuga að vilja sínum hjá alla þá sem hlýða á rödd Guðs, sem ekki hlýða á rödd Guðs. Essential to God's great plan for the mortal growth of his children was for Auðsynlegur þáttur í hinni miklu áætlun Guðs jarneskan vöxt barna hans var að þau upplifðu andstæður í öllu. Á sama hátt og ekki hægt að þroska eða viðhalda líkamlegum vöðvum okkar án þess að reynt sé á þyngdarlögmálið, krefst jarneskur vöxtur okkar þess að menn takist á við freistingar Satans og aðrar jarneskar andstæður. Mikilvægast fyrir andlegan vöxt hins Guðs gefni kraftur og krafa að velja milli góðs og ills. Þau sem velja hið góða myndi þróast í átt að eilífum örlögum sínum. Þau sem velja hið illa, eins og allir myndu gera í hinum ýmsu freistingum jarðlífsins, þyrftu á sáluhjálp að halda sem kærleiksríkur Guð hugðist sjá okkur fyrir. Langt öflugasta hjálp Guðs fyrir jarðlífið fólst í því að sjá okkur fyrir frelsara, Jesú Kristi, sem myndi þjást til að greiða gjaldið og veita fyrirgefningu fyrir syndir sem eyðrast af. Þessi miskunnsama og dýrlega friðþæging útskýrir hvers vegna trú á Drottinn Jesú Krist fyrsta frumregla fagnaðar erindisins. Friðþæging hans gjörir uppreisn dauðra að veruleika og hún friðþægir fyrir syndir heimsins. Afmáir allar syndir sem við höfum eyðrast af og veitir frelsaranum kraft, okkur til liðsinnis í jarðneskum veikleikum okkar. Fyrir utan þessa dýrlegu útþurrkun dríðra synda og fyrirgefningar veitir áætlun kærleiksríks föður og sonar hans margar aðrar gjafir til að vernda okkur. Þar á meðal verndun frá því að synga yfir höfuð. Jarðlíf okkar hefst alltaf á föður og móður. Í besta falli eru bæði til staðar með mismunandi gjafir til að hjálpa okkur að vaxa. Ef ekki, þá fjarvera þeirra hluti af andstöðunni sem við verðum að sigrast á. Áætlun himnesks föður sér okkur fyrir fleiri hjálparleiðum til að leiða okkur gegnum jarðneskt ferðalag okkar. Ég ætla að ræða 4 þeirra. Einskorðið ykkur þó ekki við töluna 4 því þessar hjálparleiðir skarast. Að auki til önnur náðarvernd til viðbótar við þessa. Fyrst ljós eða andi Krist sem ég ætla að ræða um. Í henni miklu kennslu sinni í bók Mórónis vitnar Móróni í kenningu föður síns að andi Krists gefinn hverju menni svo að hann megi þekkja gott frá illu. Við lesum þessa sömu kenningu
í nútíma opinberunum. Og andinn gefur sérhverjum manni ljós sem í heiminn kemur og andinn upplýsir sérhvern mann í heiminum sem á rödd andans hlýðir. Því að andi minn sendur út í heiminn til að upplýsa auðmjúka og sáriðrandi og til fordæmingar hinum óguðlegu. Joseph Fielding Smith, forseti, útskýrði þessi ritningarvers. Drottinn hefur ekki skilið menn þegar þeir fæðast í þennan heim eftir hjálpar vana, þreifandi fyrir sér í leita ljóðs og sannleika. En hver maður fæðist með réttindi til að hljóta leiðsögn fræðslu ráðgjöf anda Krists eða ljós sannleikans. Önnur af hinum mikilvægu hjálparleiðum sem Drottinn sér okkur fyrir til að velja hið rétta eru himneskar leiðbeiningar í ritningunum sem eru hluti af sáluhjálparáætluninni eða sæluáætluninni. Þessar leiðbeiningar eru boðorð, helgiathafnir og sáttmálar. Boðorð skilgreina þann veg sem himneskur faðir hefur markað okkur til þróunar til eilífs lífs. Fólk sem ímyndar sér boðorð sem leið fyrir Guð til að ákveða hverjum skuli refsa skilur ekki þennan tilgang kærleiksríkrar hamingjuáætlunar Guðs. Á þeim vegi getum við smám saman náð nauðsynlegu sambandi við frelsarinn okkar og orðið hæf fyrir aukinn mátt hans, okkur til hjálpar á leiðinni til þess ákvörðunarstaðar sem Guð óskar okkur öllum. Himneskur faðir þráir að öll börn hans snúi aftur til himneska ríkisins, þar sem Guð og frelsari okkar dvelja, og að þau lifi sams konar lífi og þau sem dvelja í þeirri himnesku dýrð. Helgiathafnir og sáttmálar eru hluti af því lögmáli sem skilgreinir leiðina til eilífs lífs. Helgiathafnir og hinir helgu sáttmálar sem við gerum við Guð gegnum þær eru nauðsynleg skref og mikilvægt vegrið á þeim vegi. Mér finnst hlutverk sáttmála sýna fram á að samkvæmt áætlun Guðs eru æðstu blessanir hans veittar þeim sem lofa fyrirfram að halda ákveðin boðorð og halda þau loforð. Aðrar Guðsgefnar hjálparleiðir til að taka réttar ákvarðanir eru staðfestingar heilags anda. Heilagur andi þriðji aðili Guðdómsins. Hlutverk hans, skilgreint í ritningunum, að vitna föðurinn og soninn, að kenna okkur, að minna okkur á alla hluti og leiða okkur í allan sannleikann. Ritningarnar geyma margar lýsingar á staðfestingum heilags anda, líkt og andlegt vitni sem svar við fyrirspurn sannleiksgildi mormónsbókar. Staðfestingar ættu ekki að rugla saman, staðfestingu ætti ekki að rugla saman við gjöf heilags anda sem veitir eftir skírn. Ein þýðingarmesta hjálp Guðs fyrir trúfast börn hans gjöf heilags anda. Mikilvægi þessarar gjafar augljóst, byggt á þeirri staðreynd að hún formlega veitt eftir iðrun og skírn í vatni. Og þá, útskýra ritningarnar, kemur að fyrirgefningu synda yðar með eldi og heilugum anda. Einstaklingar sem hljóta slíka fyrirgefningu synda og endurnýja síðan reglubundið hreinsun sína með daglegri iðrun og lifa samkvæmt sáttmálanum sem þeir gera með helgiathöfn sakramentisins, eiga rétt á loforðinu að heilagur andi Drottins, sé ætíð með þeim. Joseph F. Smith forseti kenndi því
að heilagur andi muni upplýsa hug mannanna varðandi það sem Guðs til að sannfæra þá á tíma trúarlegs viðsnúnings þeirra að þeir hafi gjört vilja föðurins og vera í þeim sem varanlegur vitnisburður, sem félagi gegnum lífið, sem tryggur og öruggur leiðbeinandi í allan sannleika og dag hvern fylla þá gleði og hamingju með hvatningu að gera öllum mönnum gott, að þola rangt, fremur en að breyta rangt, að vera góðviljaðir og miskunnsamir, umburðarlyndir og kærleiksríkir, öllum sem eiga þessa ómetanlegu gjöf, þessa dýrmætu perlu, þyrstir stöðugt eftir réttlæti. Án hjálpar heilags anda getur enginn dauðlegur maður gengið hinn krappa og þrönga veg, segir Joseph F. Smith forseti. Með svo margar máttugar hjálparleiðir í okkar jarðneska ferðalagi eru það vonbrigði að svo margir eru enn ekki undirbúnir fyrir sinn tilsetta fund með frelsara okkar og lausnara Jesú Kristi. Dæmisaga hans meyjarnar 10 gefur til kynna að helmingur þeirra sem boðið að hitta hann verði ekki undirbúinn. Við þekkjum öll dæmi þetta. Heimkomnir trúboðar sem hafa dregið úr sínum andlega vexti með óvirkni tímabilum, ungmenni sem stefna andlegum vexti sínum í hættu með því að skilja sig frá kennslu og athöfnum kirkjunnar, karlar sem hafa frestað vígslu sinni til arfsprestamissins, karlar og konur stundum niðjar göfugra brautryðjanda eða verðugra foreldra sem hafa farið út af sáttmálsveginum með því að gera ekki sáttmála í hinu heilaga musteri og halda þá. Mörg slík frávik eiga sér stað þegar meðlimir fylgja ekki grunn áætlun andlegs vaxtar með persónulegum bænum, reglubundnum ritningarlestri og tíðri iðrun. Þvert á móti, þá vanrækja sumir vikulega endurnýjun sáttmála með því að meðtaka ekki sakramentin. Þvert á móti, þá segja sumir kirkjuna ekki uppfylla þarfir sínar og leggja meiri áherslu á það sem þeir skynja sem eigin framtíðar þarfir, heldur en það sem Drottinn hefur lagt fram í hinum mörgu kenningum sínum og tækifærum til nauðsynlegra þjónustu okkar við aðra. Auðmýkt og traust á Drottni eru meðöl gegn slíkum frávikum. Eins og Mormonsbók kennir, Drottinn blessar þá og veitir þeim gengi sem setja traust sitt á hann. Þeim einkar nauðsynlegt að setja traust sitt á Drottinn, sem ranglega vega og meta boðorð Guðs og kenningar spámanna hans út frá nýjustu niðurstöðum og viskum mannanna. Ég hef rætt þær mörgu hjálparleiðir jarðlífsins sem okkar kærleiksríki Faðir á himnum hefur séð börnum sínum fyrir til að snúa aftur til hans. Hlutverk okkar í þessari guðlegu áætlun að treysta Guði og leita þessara guðlegu hjálparleiða og nota þær. Einkum friðþægingu hans áskæra sonar, frelsara okkar og lausnara Jesú Krist. Ég bið þess að við kennum og lifum eftir þessum reglum. Í nafni Jesú Krist. Amen. One
Our Father in heaven, Okkar Faðir á himnum, við gefum þér þakkir fyrir þá blessun og forréttindi að vera safnað saman sem börn þín út allan heim að reyna að fylgja syni þínum Jesú Krist. Fundið þín orð og boðskap þín til okkur gegnum þau sem hafa talað og í gegnum söngin. Það hefur verið meðtekið og staðfest í gegnum kraft heilags anda. Við gefum þér þakkir, Faðir, fyrir þá blessun sem það hefur verið gegnum þennan hluta að vera að kenda þeim sem þú hefur kallað til að þjóna til enda þeirra á jörðinni sem spámenn sjáandi og opinberra. Við byggjum þeim að blessa þá og hjálpa okkur að heyra rödd þín í gegnum orð þeirra og kenningum þeirra og til að fara aftur í heimili okkar stikur og svo til að vera fordæmi kenningar Sonsins Jesú Krist. Við byggjum þeim að blessa elsta apóstolinn, jafnvel Russell Nelson, gefa þeim styrk svo hann getur uppfyllt sinn tilgang hér á jörðinni. Á þessum páskatíma gefum þér þakkir fyrir þá stóru gjöf sem sonur þinn Jesú Kristur. Við lifum lífi okkar til að vitna að hann risinn, að hann lausnari okkar og frelsari. Við segjum það í nafni Jesú Krists. Amen. This has been a broadcast of Það var útsending morgunhluta sunnudags 195. fyrri aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilögu. Ræðumenn voru valdir úr hópi leiðtoga kirkjunnar. Tónlist þessa hluta flutti The Tabernacle Choir af Temple Square. Öllum velkomið að skoða og miðla boðskap þessarar og annarar ráðstefna á churchofjesuschrist.org. Útsendingu þessa annast Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Hana má nota til einkanota og ekki í hagnaðarskili, á heimilum, í fjölskyldu eða í kirkju. Höfundaréttur 2025, Intellectual Reserve Incorporated, allur réttur áskilinn. Aloha, I'm Sister Borden from Hawaii, and I want to thank you for joining millions of people around the world in watching this General Conference session of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We hope you enjoyed the experience and felt the peace and hope that comes from our Savior Jesus Christ.
If you missed any of the speakers, want to rewatch any of the talks, or have questions about what you felt or heard, please visit churchofjesuschrist.org, and missionaries like me can connect with you. The messages you heard today are for everyone.